fræði, kynjafræði, hinseginfræði, einhvers konar kynþáttafræði og annað. Þetta byggir allt á því að það sé ekki umræður. Þú þarft sjálfkrafa að bara útskúfa og slaufa öllum sem hafa einhvers konar athugasemdir ágæti þinna hugsjóna. Og af hverju það? Jú, út af því að þegar við erum að tala þessar hugmyndafræðir sem eru náttúrulega bara dellu hugmyndafræðir, að þá standast þær ekki skoðun. Þær standast ekki að vera settar í kastljós í samhengi við aðrar hugmyndir. Þær geta ekki tekist á við samkeppni annarra sjónarmiða. Það er ástæðan fyrir því að við erum að sjá stanslaust útskúfanir, við erum að sjá stanslaust það að þú sért vond manneskja ef þú ert að einhverju leyti ósammála, út af því að ef að þetta fólk hefði rétt fyrir sér og væri í raun og veru að standa á vísindalegum grunni, að þá myndum við aldrei þurfa að þola það að vera sífellt að vera kallað einhvern rasisti og fasisti og mannhatari og kvenhatari og hinseginhatari og allt þetta slæma. Það er út af því að þessar hugmyndir sem að koma úr þessum gremjufræðum standast ekki skoðun, standast ekki þá ágjöf þegar að það er sett í samhengi við aðrar betri hugmyndir sem hafa leitt til betra samfélags að mínum mati sem er vestræn menning.